ykkur. Við erum að fara að tala hvernig við getum fengið frelsi frá þreytu og orkuleysi og bugun og þrekleysi og hvernig við störfum í hvíld Guðs. Fólk ennþá að detta inn bæði á Zoominu, á liveinu, bæði á Facebook og inn á TikTok. Þannig að við ætlum að gefa þessu nokkra sekúndur til viðbótar, bara hjartanlega velkomin öll þeir sem eru komin. Vonandi heyrið þið öll vel í okkur. Einar ætlar að vera með lesturinn og síðan ætla ég að vera með hugleiðslu og bæn í lokin þar sem við ætlum í rauninni bara að stíga inn í þessa yfirnáttúrulegu hvíld Guðs og hvíldin stórkostlegur kraftur. Já. Stórkostlegur kraftur og stórkostleg orka sem í rauninni svona nánast eins og svona hálfgerður ofurkraftur sem við fáum frá Guði. Skulum byrja á að leggja stundin í Guðs hendur. Já, Drottinn, ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert hér hjá okkur í heilugum anda þínum og í anda þínum þá myndu snerta við hug okkar, hjörtum okkar og gera ykkur stórkostlega hluti í lífi hvers og eins okkar sem erum á þessu fundi. Í Jesú nafni, amen. Ég langar að byrja að lesa upp úr 1. Mósebók, 2. kafla. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á 7. degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn 7. dag frá öllu sem hann hafði unnið. Og Guð blessaði 7. daginn og helgaðan því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverkinu sem hann hafði unnið að. Og það sem að vekur athygli mína sérstaklega tvennt. Það í fyrsta lagi Guð hvíldist. Og svo hitt, hann hvíldist af erfiði sínu. Og Guð sagði á einu stað, 6 daga skaltu vinna og hvílast þann 7. Og hvað þýðir þetta? Guð hefur skapað okkur til að starfa og vinna og koma hlutum til leiðar, en hann hefur líka gefið okkur að hvílast af því sem við erum erfiða. Og ég tek eftir því að þeir sem gera minnst, þeir eru oft þreyttastir, sem við myndum að halda að þeir væru svona þreyttir. Ef þeir væru svona þreyttir þá væru þeir ekki að gera mikið. En það mjög margt sem bendir til þess að oft fólk þreytt af því að það ekki að framkvæma nógu mikið. Þetta mjög þekkt að það var einu svona læknir sem sagði við mig, veistu Einar, að þegar fólk fer á örorku, þá sé það bara yfirleitt aldrei koma tilbaka. Því að þá bara, jafnvel þegar því batnar að því sem undirliggjandi, þá bara fer það í eitthvað ákveðið ástand. Og það eðlileg, Guð skapað okkur til þess að vera að vinna, til þess að ekkert endilega launavinna, en bara til þess að vera að og koma áformum okkar í veruleika og gera þá hluti sem við hugur okkar stendur til. Og hvíldin sem Biblían talar hún að hvílast af því sem hefur verið erfiða. Þannig að ég tek til dæmis eftir því að ef ég búinn að vera slaka mikið á og komin svona doða og allt í einu komin í þetta ástand, ég bara nenni engu að því ég ekki búinn að vera að gera neitt. Svo fer ég kannski að ætla að horfa eitthvað í sjónvarpinu og ég fer að skoða bara á Netflix eða eitthvað og sé ekki neitt sem ég langar til að horfa á. Ekkert spennandi. Og síðan, ef ég búinn að vera full að gera eitthvað og sest í sófann og opna Netflix eða eitthvað, þá bara fullt af hlutu sem ég gaman að gera og sjá. Vegna þess að þegar maður búinn að takast á við eitthvað, búinn að vera að vinna eitthvað, þá hvíldin, samkvæmt Biblíunni, að hvílast af erfiði sínu. Og Guð hafði þörf til þess að hvílast af erfiði sínu. Guð naut hvíldarinnar. Ég veit ekki hvort sé rétt að þörf. Bara Guð naut þess að hvílast af erfiði sínu.
og við þekkjum þetta. Það er til dæmis til orð sem heitir að vera þægilega þreyttur. Það er þegar búin að vera fullu og slöku og svo og það er yndislegt. Og þetta er hvíldin sem Guð talar að hvílast, Biblían talar að hvílast af erfiði sínu. Og ég tek eftir því að ef allavega sjálfur, ég sé það líka hjá öðrum, ef ég ekki að gera neitt í langan tíma, þá ég bara alveg rosalega þreyttur þó ég sé ekki að gera neitt sérstakt. Mér langar að lesa, kemur fram á margan hátt í Biblíunni. Það er annars vegar þetta við sem að framkvæmum eitthvað og svo hvílumst við að verki okkar þegar því er lokið og það er yndisleg hvíld. Síðan er til hérna allir lesa hérna úr Hebreabréfinu, 4. kafla. Þar segir: Fyrirheitið að ganga inn til hvíldar Guðs stendur enn. Vörum því að enginn eitthvað verið til að dragast aftur úr. Og svo er sagt orðið sem þeir heyrðu gyðingarnir í eyðimörkinni komu ekki að haldi að þeir gengu ekki inn til hvíldar Guðs. Þeir treystu ekki Guði og fóru ekki inn til hvíldarinnar. Í þessu samhengi var staðan þessi. Hebrearnir höfðu verið þrælar í Egyptalandi. Þeir voru búin að vera í eyðimörkinni í einhvern ákveðin tíma, ekkert mjög langan. Þegar að kallið kom, nú skulum fara að setja stað í landinu sem þið eigið að setja stað í, sem ég ætlaði eitthvað að setja stað í. Og Guð bara gaf þeim fyrirmæli, farið þarna inn. En þeir gerðu það ekki, þeir hlýddu því ekki. Þeir voru hræddir við það, létu hugfallast og slepptu því. Og Biblían talar þetta sem að þeir mistu því að ganga inn til hvíldarinnar. Og þá var það þannig að hvíldin fólst í að kveðja ákveðin þátt í lífi sínu. Kveðja tíma þrælahaldsins og verið þrældómsins og kveðja tíman þar sem þeir voru í eyðimörkugöngu. Og hvílast af því og þurfi ekki standið í nokkuð tíman aftur. Og þetta er ein tegund hvíldar sem Biblían talar að við erum kannski búin að vera að ströggla við eitthvað í lífinu. Við erum búin að vera að bera einhverja byrðar. Og Guð vill með orði sínu leiða okkur á annan stað þar sem þeim tíma og þeim þætti lífi okkur lokið. Sumir hafa kannski lent í að verða fyrir ykkur í æsku sem að plaga þá alla ævi. Eitthvað brot gegn þeim eða eitthvað sem eitthvað sagði viðkomandi og þjakar okkur. Og eitt af því sem Biblían boðar að Guð vill leiða okkur til að hvílast af þessu, losna við þetta og ganga inn í nýja tíma. Og þarna mistu Ísraelsmenn að þessu vegna þess að þeir tók ekki mark á orðið Guðs og fóru ekki leiðina sem Guð hefði markað fyrir þá. Og það segir: Ennþá stendur til boða sabbatshvíld fyrir líð Guðs. Hvíldadagur var kallaður sabbat og þannig svona sabbatshvíld fyrir líð Guðs. Og það þýðir það að okkur stendur til boða að varpa frá okkur byrði og þreytu og hvílast af því og byrja nýjan tíma. Biblían boðar þetta mjög skýrt og ég fer betur út í það eftir. Ég man eftir því að gyðingar, þeir halda sabbatinn á laugardegi og einhvern tímann þá fór bróðir minn með mig til Brooklyn í New York og ætlaði að sýna mér gyðingahverfi. Hann var voða dölur með þetta, hann ætlaði að sýna mér eitthvað, ég mátti ekki vita hvað það væri eða eitthvað voða sniðugt. Og svo komum við gyðingahverfið og það var ekki nein hræð á götunni. Það hafði hann ekki fattað að þýtti ekkert að fara með mig þangað á laugardegi og ég hló mikið að þessu sko, því að það var bara enginn á ferli. Það var sabbat. Og þá langar mig að fara í
það þegar við erum alltaf að bera sömu byrðarnar, eitthvað að þjaka okkur, það getur vel verið að sé eitthvað sem að fyrir einhvern utanaðkomandi ekkert svo erfitt, það virðist ekkert svo erfitt. En það er mjög algengt núna að það er verið að tala kulnun í starfi hjá fólki. Einn góðan veðurdag, það var fólk sem búið að vera fullu, það bara á erfitt með að vakna eitt morguninn. Það er erfitt með að mæta í vinnu og það bara funkar ekki lengur. Og í Biblíun eru menn alveg meðvitaðir þetta. Og svar Guðs er að við þurfum líka að hvíla starfið okkar. Og við eigum ekki að keyra okkur áfram, þangað til við getum ekki meir. Einu sinni þá mætti ég, þegar ég var ungur maður, þá mætti ég vinnu, fárveikur, og yfirmaður minn sagði við mig, Einar, ég ætla bara að láta þig vita að kirkjugarðarnir eru fullir af mönnum sem héldu einhvern tímann að þeir voru ómissandi. Og þessi setning hefur alltaf setið í mér síðan því að þeir eru farnir og veröldin heldur áfram. Í Markús 7. kafla, 31. vers, þar er svolítið svona lógík, himnesk lógík sem að er okkur kannski framandi. Jesús byrjar á að segja, enginn getur þjónað tveimur herrum. Annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þið geta ekki þjónað Guði og Mammon. Og sumir þjóna Mammon þannig að þeir eru bara alltaf að hugsa peninga. Og það var eitt sem að hafði efnaðist, og eftir það gæti hann ekki sofið á nóttina þegar var alltaf að hugsa hvort að hlutabréfin væri að fara upp eða niður. Og hann var með stöðugar áhyggjur af þessu. Og hann segir, því segi ég ykkur, verið ekki áhyggjufull í lífi ykkar. Þessu ykkur lógíkina himninum. Verið ekki áhyggjufull. Og Jesús er ekkert að segja að við þurfum ekki að takast á við hlutina. Hann er ekkert að segja að allt sé endilega alltaf í stakasta lagi. En hann vill að við hvílumst af áhyggjum. Og hann útskýrði það þannig, áhyggjurnar, þær hjálpa okkur ekki neitt. Og við lesum áfram, lykilpunkturinn er að við eigum ekki að vera áhyggjufull í lífi okkar. Það er bara boðskapur himinsins. Og svo segir, hvað þið eigið að eta eða drekka, ég heldur líkama þér hverju þið eigið að klæðast. Það er ekki verið að hafa áhyggjur af þessu. Er lífið ekki meira en fæðan og líkami meira en klæðin? Lítið á fugla himinsins, hvorki sá þér né uppskera, né safni hlöður og faðir ykkar himneskur fæðir þá. Þið ekki fremri þeim? Og hver af ykkur getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Fólk nú yfirleitt að stytta líf sitt með áhyggjum og Guð leysi okkur undan áhyggjum. Jafnvel þegar að einhver hættur uppsiglingu, einhver vandamál uppsiglingu, einhver katastrófa, þá vil Guð, Jesús, gefa okkur frið í hjarta og með þann frið af vopni og með þann kraft af vopni að takast á við vandamál. Heimurinn, hann er stundum, og fólk í heiminum er stundum að bugast undan byrði og vandamálum, jafnvel þegar allt virðist í stakasta lagi út á við. Og Jesús heldur áfram og segir, hver þið áhyggjufullum klæðnað? Hyggið að lilju vallarins, hversu þær vaxa, hvorki vinna henni spinna. Og hann segir ekki áhyggjufull, hvað eigum að eta, hvað eigum að drekka, hverju eigum að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir, okkar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun þetta veitast ykkur auki. Hafið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Það er alveg nóg að glíma við vandamál dagsins í dag
svo maður sé ekki að kveljast undir vandamálunum á morgun. Og hvað er Jesús að gera með þessu? Hann er að segja, lifið í hvíld. Lifiði án þess að vera áhyggjufull yfir öllu sem þarf að gera, af því að áhyggjurnar hjálpa okkur ekkert. Og hann segir líka að leita ríkis hans og réttlætis. Já. Þetta var ekki Markus 31. Hvaða vers var þetta sem varst að lesa núna? Þetta var, ég held að vera Markus 31. Nei, Markus 31 er þetta hérna, varstu. Þegar Jesús er komin á óbyggðan stað svo við sem eini sem fýlist Já, ég ætla að lesa það líka. Það er hérna Markus 31. Já, apostólnir komu nú aftur til Jesú og sögðu honum frá öllu sem þeir hefðu gert og kennt. Og hann sagði við þá, komið nú á óbyggðan stað svo við séum einir saman og hvílumst um stund. Þeir voru búin að gera fullt af hlutum og Jesú hafði vita á því. Hann segi ekki, er nú svo mikið að gerast og skulum bara halda áfram, skulum keyra okkur út. Hann segir, við skulum núna fara saman út í óbyggðirnar, fjarri öllu fólki og hvílast um stund. Og þetta er, ég líki þessu stundu við rólu. Til að róla fari langt upp, það þarf líka að fara langt aftur. Til að fara langt aftur, þarf hann að fara langt upp. Og það er, við þurfum að vera, þegar við erfiðum, þá fáum við góða hvíld. Og þegar við fáum góða hvíld, þá getum við komið meiri verk. Einu sem sagði við mig maður, þú getur auðveldlega náð 12 tíma ársverki á 10 mánuðum, það er ekkert mál. En þú nærði ekki einu sinni 10 mánuða ársverki á 12 mánuðum. Þannig að þú hvílist aldrei, þá byrjar að koðna. Akkurat. Og það skiptir máli að hvílast á réttan hátt. Já. Og við ætlum að fara í það á eftir. Já. Og í Jesaja 40 kemur vers sem að skýrir alveg rosalega mikið í sambandi við hvíld. Þarna var fólk í mjög erfiðri aðstöðu, það var bara herleiða út á landi sínu og það lifði í ókunnu landi, þessi Ísraelsmenn höfðu verið teknir til Babylon, sem er svo nokkuð með það sem Írak er í dag. Og þar voru þeir herleitir og mátti ekki snúa tilbaka, bjuggu stundum yfirleitt við vondan kost og þá kemur huggun frá spámanninum og hún svona, veistu ekki eða hefur ekki heyrt að Drottinn er eilífur Guð sem skapaði endimörk jarðar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki, viska hans er órannsakanleg. Og inn í þetta vill Guð leiða okkur. Og hann er með svona reglur að vinna 6 daga vikunar, hvílast 1. Ég er þeirra skoðuna sjálfur, það skiptir ekki máli hvaða dagur það er, heldur bara að sé tekin 1 dagur, þess að við hvílumst. Alveg svo ég held að það skiptir ekki máli hvort maður fara svo að 9, 10, 11 og 12 á kvöldin, heldur bara að ég fái fullan svefn. Þá snýst það bara hvernig maður vakna aftur. En það er eðli Guðs að þreytast ekki og lýgast ekki. Og hann vill að við lifum og hrærumst og störfum í hvíld. Og svo heldur þetta áfram. Hann veitir kraft hinum þreyttu. Og þróttlausum eykur hann mátt. Og á eftir það biðjum við Guð kraft. Við biðjum hann að leysa okkur undan því sem þjakar. Leysa okkur undan byrði. Já. Og Jesús talar þetta og við förum út í það eftir. Við gerum þetta í hugleiðslunni og bæninni í lokin á lestrinum. Já. Og hér segir, ungir menn þreytast og lýjast og æskumenn hnjóta og falla. En þeir sem vona Drottinn fá
fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Og þetta er það sem Biblían kennir okkur. Guð leið okkur í að við séum stöðugt að endurnýjast í krafti. Og þegar við erum að framkvæma, þegar við erum að vinna, þegar við erum að koma ykkur í verk, að vinna markmiðum okkar eða hvað sem það er, að þá endurnýjast krafturinn. Og innra séum við í hvíld. Ég var eitthvað svona, þegar ég var undirbúin lestur, þá fór ég að hugsa að tala það sko að stundum gleymi ég mér og fer að erfið allt og mikið og fer að vera upptekinn af vandamálunum og þá verð ég svona þreyttari og það tekur þá allt meira á mig og svo bara þarf ég að ranka við mér og snúa í blaðinu og taka leiðbeiningu Biblíunnar. En þá benti nú Sara mér á það að það væri ekki margir sem að væru akkurat þessum stað sem ég er á, að líða eins og ég sé 25 ára, ég finn enga mun á mig nú og þá, hvað verðar orku og vera með ung börn, reka fyrirtæki og gera alla þessa hluti. Og ég trúi því að þetta sé Guð að þakka. Með tvennum hætti, hann hafi snert við mér og unnið í mér og svo hefur hann gefið mér leiðbeiningar í sínu orði. Og við skulum ekki gleyma einu og hvað sem okkur finnst deilu fyrir botni Miðjarðarhafs og slíkt, að gyðingar, þeir hafa þessar leiðbeiningar í Biblíunni. Þeir hafa leiðbeiningar í lögmálinu sem að ganga út á hvernig á að forða sjúkdóma, hvernig á að slátra dýrum þannig að menn verði ekki veikir og hvernig það er hagfræði og það er alls konar hlutir. Ég ætla ekki að fara út í það núna. En af einhverjum ástæðum, hvort sem við horfum á nútímann eða fortíðina, þá hefur þetta fólk skarað fram úr. Ég trúi því að all þjóðin sameinist eða allt fólki sameinast hvíldardaga sem allir fjölskyldan er saman og enginn er að gera neitt og búið undirbúan alveg að verði. Það er mikið þátt í því, en með því að fara að leiðbeiningum Guðs, þá verður mikill árangur. Og ég gerði við þetta einhvern tímann mjög svona passaði mig vel, að ég tók alltaf 36 tíma í viku, þess að ég bókstaflega gerði ekki nokkurn skapaðan hlut, öðruvísi sem bara hitta vini og kunningi og eitthvað svona skemmtilegt, fara í bíó eða eitthvað. Og ég sagði, ég má ekki gera það. Og leið ég sagði, ég má ekki gera það, þá fór samviskubitið og þá hætti ég að hugsa allt sem ég þyrfti að vera að gera. Og þá hvíldist ég af þeim hugsunum. Og það var gríðarlegur árangur að því. Og af einhverjum ástæðum eru gyðingar sem eru 0,2% af heiminum með 20% Nóbelsverðlaunanna. Og þannig að Guð er að leiða okkur í eilíft sumarfrí. Ég man einhvern tíma var rosalega mikið að gera hjá mér og þá sagði ég við sjálfum mig já, ég bara lít svo á, ég sé í sumarfríi núna og öll þessi verkefni sé bara eitthvað skemmtilegt sem ég er að gera í fríinu. Og ég man hvernig að allt í einu öll byrði hvarf af mér og svo allt í einu þetta er bara æðislega gaman. Og þá gekk ég inn í að vinna verkin í hvíld. Og ég á einu stað segi varpið öllum áhyggjum ykkar á Drottinn og hann ber mikið fyrir ykkur. Jesús, hann lifði á undarlegum tímum, eða var undarlegir tímar sem Guð spjöllin fjallum. Lögmál gyðinga var enn í gildi, en Jesús var kominn. Og hann er ýmist að tala út frá lögmálinu eða nýjum tímum sem er að gangi á hönd. En hann sagði í Matteus 11: Komið til mín öll þér sem erfiðir og þunga eru hlaðin, og ég mun veita ykkur hvíld. Og það eru sem sagt, þú ert að uppfylla tvennt. Í fyrsta lagi þarf að tilheyra hópnum sem eru allir. Og allir eru þetta allir, þannig við tilheyrum þeim hópi.
Og svo þarftu að tilheyra hópnum sem erfiði og þunga hlaði. Og Jesús segir, komið til mín og ég ætla að veita ykkur hvíld. Og hann býður þessa hvíld í dag og þegar við förum í bæn og hugleiðslu eftir, það munum við taka á móti hvíld Guðs. Og afhenda Guði. erfiðið og þungan og streðið og áhyggjurnar og allt afhendir þetta bara til hans. Og hann tekur við því, hann tekur þetta frá okkur. Og svo segir Jesús, takið okkur mitt ok og læraði mér. Ok hefur oft svona neikvæða merkingu í hug okkar, en ok þannig að þegar ef þú setur ok á naut sem að plægja eða hesta, þá eiga þær auðveldara með að vinna erfiðisverkið. Og Jesús segir, ég ætla að bjóða ykkur að taka mitt ok, setja á ykkur, og svo ætla ég að kenna ykkur. Læraði mér, því við förum í orð Guðs. Lærum hvað það segir þetta. Og þegar við erum búin að fá hans ok, þá allt svo létt. Amen. Og hann segir, ég hógvær og hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum ykkar. Það getur verið allt vitlaust að gera hjá okkur. Það getur verið alltaf þess, verulega einelt á vinnustað eða það eitthvað hræðilegt að gerast í fjölskyldunum, getur verið allt mögulegt að. En Jesús segir, akkurat þegar við erum að takast á við, jafnvel að við þurfum að berjast á öllum vígstöðum, þá skulum við taka mitt ok, setja það á ykkur, læra mér og jafnvel mitt í þessu ætla ég að gefa sál ykkar hvíld. Og hann segir því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Og þetta getur verið erfiði, þungi, við þurfum að vera ef við erum hlaðin erfiða, þunga, þá fáum við hvíld. En við þurfum sjálf að taka okið á okkur. Jesús leggur ekki á okkur ok. Hann ekki svona diktator. En við megum taka hans ok, setja á okkur og gera allt lífið auðveldara. Vandamálin fara kannski ekki, en það verður allt auðveldara að takast á við það. Ég ætla að nefna dæmi og þið getur hugsað hvað sem sjálf. Ég ætla bara að nefna nokkur dæmi byrðar sem Jesús vill létta af í kvöld. Og bara létta af fólki. Það er með skömm. Við svo mörg upplifum eitthvað sem við skömmumst okkar fyrir. Jafnvel eitthvað skömm sem á okkur. Eitthvað sem jafnvel enginn mætti vita Og meðvirkni, samviskubit, eftirsjá, eitthvað sem íþyngir okkur. Og Jesús vill taka þessar byrðar og gefa okkur hvíld frá þeim. Og ég hef séð fólk sem gegnum mitt starf, þá ég verið fyrir fólk sem hefur kannski, eins og treyðið sér 4 fyrirtæki sem vinna hjá. Og svo lifir þið angist, það verður aldrei veikt, það tekur aldrei sumarfrí, og alltaf óttinn við uppkomist, það falsa bókhaldið og svo framvegis. Og ég hef séð það þegar fólk í þessu stöðu lendir því að allt kemst upp. Allir vita hvað þau gerðu. Þá kemur svona hvíld yfir það. Það segir mér líður miklu betur núna. Því að lifa svona lífi, ég bara gat það ekki. Og svo fer það í fangelsi, en það var besta sem fyrir að þetta komst upp. Og eitthvað því sem ég mjög oft séð með þeim einstaklingum sem leita til mín, sem að glíma við mikla þreytu, orkuleysi, stress, pressu, það að fólk leyfi sér ekki að hvílast. Það bara trúir því einhvern veginn í hjarta sínu að það megi ekki hvíla sig, að það megi ekki gera ekkert, að það verði alltaf að vera að gera eitthvað, það verði alltaf að verði alltaf að vera ná einhverjum árangri, að það sé ekki að gera nóg, að það eigi ekki nóg, að það hafi ekki nóg, sem að býr til þetta stress og þessa streitu og þennan ófrið innan með viðkomandi sem gerir það verkum að viðkomandi næri ekki að hvílast. Jafnvel þótt að viðkomandi fari frí. Segjum bara að hann fari frí með fjölskyldunni, ef að þú
fer í frí og liggur á ströndinni á tenni með tærnar upp í loft í 2 vikur en þú ert innra með þig bara með áhyggjurnar að hugsa verkefnin, að hugsa allt sem þú átt eftir að gera, að hugsa ykkur áföll í fortíðinni, þá ertu ekki að hvílast. Af því að þá ertu ekki í þessu orku ástandi eða þessu ástandi sem að hvíld Guðs Og það svo mikilvægt að gera það sem við erum að fara að gera í huglist og bæninu og eftir að taka þessa neikvæða orku, þennan neikvæða kraft, þessar áhyggjur, þennan þunga, þessar byrðar og afhenda þetta til hans. Af því að hann tekur þetta frá okkur sem þýðir að þá erum við ekki að burðast með þetta lengur innan með okkur, við náum að stíga inn í hans hvíld. Og hvíld kraftur, orka sem að kemur frá Guði, sem að eyðir allri streitu, allri þreytu, öllu álagi, allri byrði, öllum áhyggjum. Þetta gríðarlega mikilvægt atriði og endurnýjar og endurnærir líka orkun okkar og kraftin okkar og hluta því að vera í þessu ferðalagi með Kristi þar sem að við erum að minnka og hann að stækka. Það að við gerum hann að ekki bara okkar Guði og okkar leiðtoga og okkar föður, heldur hann líka krafturinn okkar, hann styrkurinn okkar, hann orkan okkar, hann lækningin okkar, hann friðurinn okkar og þannig þegar að þetta gerist og þetta þróast innan okkur þá stærri og stærri partur af okkur, það hann. Og við viljum, Guð ljós Guðs, óþrjótandi, yfirnáttúrulegur, guðlegur kraftur og máttur sem að það máttur hann heldur saman allri veröldinni fyrir sinn kraft. Þú veist, það engin skortur á krafti, á mætti, á orku í Guði. Og þegar við gerum hann að okkar orku, að okkar mætti, að okkur krafti, þá erum við alltaf með nægan kraft. En það þýðir líka að við beygjum okkur undir hans leiðsögn og hans kennslu sem meðal annars að gera það sem Einar að kenna, að hvílast og leyfa okkur að hvílast og hlusta á hvað Guð að kenna okkur og þá eignumst við þennan kraft frá Guði. Amen. Og fólk finnur sér ýmsar leiðir. Eitt af því sem ég geri stöku sinnum, það til dæmis fara upp í bústað, verið einn í heilan sólarhring, eða tæpan sólarhring, kúpla mig frá öllu og svo stundum hef ég farið og ætlaði mér að vinna eitthvað, en þá hef ég byrjað á því að fara inn í hvíld og svo ég bara fastur þar. En svo kem ég tilbaka alveg fullur orku. Stundum finnst mér bara gott ég búin að vera alveg á fullu, bara setjast niður og horfa á sjónvarp og eitthvað þátt og ég þori ekki að segja upp átt Star Trek en Sara má ekki heyra það. Hún skilur ekkert í áhuga mínum á svoleiðis þáttum. En hvað sem það að þetta líka, ég þó að við séum stundum að gera grína þegar kúpla sig frá öllu, Biblían akkúrat að tala það. Að það sem að fylla hug okkar, það sem að gerast innan með okkur, geta bara ýtt til hliðar eins og Jesús gerði með læri sínu þegar þeir voru búin að ná miklum árangri, förum nú óbyggðan stað og hvílumst stund. Og það sem Guð ætlar að gera í kvöld og við ætlum að gera, við ætlum að leiða okkur inn í að við ætlum að taka hans sók. Þannig að morgun við förum að sofa í hvíld og morgun vöknum við til að tekast á við verkefni morgundagsins, vandamál eða áskoranir eða hvað sem það og vinna það léttar og vinna það með innri, eins og ég segir það, sálir okkar samt í hvíld. Amen. Og þegar Jesús vann á verk sitt á krossi, þá leiddi hann okkur inn í aðalhvíldina. Og aðalhvíldin að geta komið til hans og sagt, ég kem til þín með allt sem ég hvílir á mér, allar syndir sem ég dríkt, allt sem bara að ganga á hjá mér og nú gangi nýtt líf með þér. Og Jesús, hann
opna okkur veg sem er auðveldur. Biblían segir að, hann segir að hann ætlar að leiða okkur frá dauðanum til lífsins. Og þegar að vera að tala frá dauðanum til lífsins, þá er að vera að tala eilíft líf sem lýkur aldrei. Ekki einu sinni með dauða líkamans. Akkurat. Og yndislegt líf, og það er sagt að tími hér á jörðu eftir það er svona tími sem við afgreiðum og svo förum við inn í líf þar sem að engin þjáning er og engin rángindi og ekki dóréttlæti og svo framvegis. Það er bara eilífur friður og eilíft bara í himnaríki hjá Guði og það er það sem að gerist þegar við deyjum, þá deyr ekki sálin okkar eða andin okkar. Það er bara líkaminn sem deyr. Þannig að viljum við að Jesús komi og sæki sálin okkar og fari með okkur til föðurins og himnum, þar sem að er eilífur friður og kærleikur og hamingja og allsnægtir þegar að okkar jarðvist hérna lýkur. Já. Og það er það sem að þessi bæn snýst. Já. Og það sem er að Jesús segir að Guð og þetta nýja líf sem hann vil gefa okkur hvíld frá öllu erfið okkar, öllum byrðum og það segir að það sem við gert að það sem er rangt í okkar lífi, það skilur okkur frá Guði og hann ætlar að opna okkur veginn að Guði, jafnvel þó við losnum ekki öll okkar galla. Og hann segir að Guð er bara einni bæn í burtu. Og bænin er svona að við segjum að við Guð, Jesú, trúið og lifir í dag og hér eftir ert þú minn drottinn. Og þegar við stígum þetta skref, fullri alvöru, þá hvílumst við, segir að blóð Jesú hreinsar okkar allir synd, við hvílumst allir í byrðinni allt sem við höfum gert og göngum inn í eilífa lífið með honum. Og það hefst hér á jörðu, það byrjar innræmið okkur, það vex innræmið okkur, ef við ræktum það og heldur áfram að þessari jarðist lokinni. Og nú skulum við eiga bænastund, til að byrja með okkur öllum og ég geri þessa bæn sem ég fer með að ykkar. Já, kæri Jesús, ég kem núna með allt sem þjakar og færi þér. Og sérstaklega færi ég þér allt sem ég hef gert rangt og stendur í vegi fyrir eðlilegu sambandi minni við þig. Og ég játa Jesús að þú lifir í dag, ég trúi því og ég gef þér líf mitt og hér eftir ert þú minn drottinn og þú ert minn Guð. Og ég vil fá þitt og til að takast á við erfiði dagsins á morgun og þakka þér fyrir að þú hjálpar mér að vinna það létt. Ég bið að leysa mig undan orðum sem hafa verið talið gegn mér. Ég bið að leysa mig undan atvikum sem hafa komið fyrir og sitið í mér. Ég bið að leysa mig undan öllu sem angrar huga minn, Jesús, og hvers konar byrði sem ég ber. Og ég bið að hjálpa mér að hafa hvíld í sálinni þegar ég tekst á við amstur dagsins og lífsins. En fyrst og fremst þá biðum við vera minn drottinn og minn Guð. Í Jesú nafni, amen. Þá tekur þú við, Sara. Já. Ekki skipt setið mig. Jú. Já, takk fyrir þetta, Einar. Ég var búin að skrifa niður nokkra punkta úr lestrinum sem úr orði Guðs sem við ætlum að hugleiða og biðja. Og í þessu felst að afhenda alltaf byrði, alltaf áhyggjur, alltaf þunga, alltaf þreytu, allt erfið, allt streð, alltaf bugun í hendur hans og hvílast í honum, í hans ljósi, í hans krafti. Og svo ætlum við bara að leyfa okkur að vera í þessari hvíld í Guði og leyfa Guði og hans hvíld að vinna í okkur, að vinna í okkar hjarta, í okkar sálu, í okkar líkama
Og í því felst að við gerum ekki neitt annað en að hvíla í honum og þá kemur hann með sinn kraft og sinn mátt og hann vinnur verkið í okkur. Og það á svona stundum þegar við hvílumst, þegar við gerum ekki neitt og leyfum honum að vinna, að þá oft nær hann að gera mestu kraftaverkið. Af því að þá erum við ekki að þvælast fyrir að reyna að gera allt í okkar eigin mætti. Heldur stígum við til hliðar og segjum Guð, núna ætla ég að leyfa þér að gera þetta. Og það er bara rosalega mikill kraftur í því. Þannig að við skulum bara byrja þessa hugleiðslu. Þetta er svona cirka 10 til 12 mínútur sem við ætlum að gefa okkur í þessari stund með Guði. Og ég ætla bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir, hvort sem hún situr eða liggur. Þú dregur djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá bara leyfir þér að loka augunum og þú finnur hvernig þú svífur inn í þægilega himneska slökun, afslökun og ró. Og ég legg þessa hugleiðslu og bæn í þínar hendur, Drottinn, í Jesú nafni þakka ég fyrir að þú hefur hvert og eitt okkar hér inni í þínu fangi. Verði þinn vilji, verði þitt orð og ég þakka þér fyrir að þú ert að fara að vinna eitthvað stórkostlegt, guðlegt, kraftaverk, lækningu og frelsi innan með hverju og einu okkar hér í kvöld. Og þú finnur að það kemur slökun og afslökun yfir þig, það kemur friður yfir þig, það kemur öryggi yfir þig af því að andi Guðs svífur yfir. Og ég ætla að biðja að tengja þig bara við hjartað, bara tengja þig við hjartað. Og við ætlum að biðja Drottinn. Í Jesú nafni þá gef ég þér hjartað mitt. Og ég þakka þér fyrir að þú setur hvíld þína inn í hjartað mitt. Og ég þakka þér fyrir að þín yfirnáttúrulega stórkostlega hvíld, þessi kraftur, þessi máttur starfar og verkar í mér, jafnvel þegar ég er að vinna, jafnvel þegar ég er á fleygiferð, að þá hvílist ég á sama tíma. Í Jesú nafni þá tek ég allar áhyggjur, allan ófrið, alla byrði, alla þreytu, allt erfiði, allt streð. Ég tek þetta allt út úr hjarta mínu, úr huga mínum og ég afhenda þetta til þín, Drottinn. Taktu við þessu. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér þitt og, Drottinn, í staðinn. Og þú finnur létti inn á með þér og létti í hjartaneginu. Og í Jesú nafni þá fyrirgef ég allri þreytu, allri skömm, allri eftirsjá og allri bugun. Og ég afhendi þér þetta, Drottinn. Takk þetta frá mér. Losaðu mig undan þessu. Og ég þakka þér fyrir að þín hvíld, að þinn kraftur og þinn máttur kemur inn í hjarta mitt í staðinn. Í Jesú nafni þá leita ég þíns ríkis og þíns réttlætis ofar öllu öðru. Og ég þakka þér fyrir að þú ert minn kraftur. Þú, Jesús, ert minn máttur.
að þú ert orkan mín og þú ert hvíldin mín. Og þess vegna hef ég alltaf nægan kraft, næga orku, nægan mátt. Og ég fer með þér núna, Jesús, á óbyggðan stað til að hvílast stund. Ég ætla að biðja að ímynda þér ljós Drottins, svona skært, bjart, skínandi ljós. Kannski sérðu Jesús, kannski sérðu bara ljósið eða finnur fyrir því. Ég ætla að biðja að ímynda þér að þú leggist í ljós Guðs núna. Og þú leggst í ljósið hans og það umvefur þig svona eins og hvítur bómull. Og þú hvílist. Og hvíld Guðs kemur inn í hjartað þitt, inn í sálina þína, inn í líkamann þinn, inn í hugsanir þínar, inn í tilfinningarnar þínar, inn í öll líffærin þín, inn í alla þína parta. Og þú ætlar að liggja í hvíld Guðs. Þú gefur þér leyfi til að hvílast. Þú mátt hvíla þig. Þú mátt gera ekki neitt. Þú mátt bara vera. Og í þessari hvíld þá ætlar Guð að veita okkur kraft, auka máttinn okkar og gefa okkur nýjan kraft. Í Jesú nafni þá tekið við öllu þessu núna, Guð. Og ég þakka þér fyrir. Og þú finnur hvernig öll streita, öll þreyta og allt álag líður út í kerfinu þínu. Og þú finnur hvernig hvíld Guðs fer inn í taugarnar þínar, vöðvana þína, sálina og allar frumurnar í líkamannum. Og það kemur léttir. Hugsanirnar þínar hvílast. Og þær verða rólegar, afslappaðar og mildar. Og það kemur friður inn í hjartað þitt. Friður Guðs æðri öllum öðrum friði sem til er. Og þú ætlar bara að leyfa þessum friði og þessari hvíld að vinna innan með þér núna. Og það eina sem að þú ætlar að gera er að fókusa á ljósið. Og leyfa Guði vinna.
Bara í smá stund. Og ef að hugurinn hvarflar eitthvert annað, þá það allt í lagi. Þá bara fyrirgefurðu því og leiðir hugan aftur að Guði. Þú vonar á Guð. Þú ert orkumikil, kraftmikil. Þú hefur miklu meira en nóga orku, krafti og mætti. Af því að það kemur frá honum. Og þú finnur hvernig kraftur þinn, orkan þín endurnýjast og endurnærist. Og Guð að gefa þér sýn. Guð að gefa þér sýn af þér eins og hann sér þig. Kraftmikil, orkumikil, heilbrigð, falleg og góð manneskja. Og ég ætla að biðja að bara taka ákvörðun frá hjartanum að trúa þessari sýn. Og setja hann inn í hjartað. Að þegar innra með þér býr yfirnáttúrulegur, guðlegur kraftur. Það heilagur andi. Guð partur af þér og þú ert partur af honum. Og það engin kraftur, máttur, meiri heldur en sá kraftur sem býr innan með þér og frá honum og hann í þér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að lifa í andanum mínum. Guð búinn að gefa þér nýjan kraft og þú finnur það. Og innra með þér starfar hvíld Guðs. Það skiptir ekki máli hvað þú ert að gera marga hluti eða hvað er mikið að gera. Þótt þú sért búin að vera frá morgni til kvölds. Af því að þú starfar í hvíld. Og ég leyfi þér, Guð,
að vinna þitt verk í mér núna. Og þá ætla ég að bjóða þér að bara fylla hjartað af gleði. Gleðin er líka kraftur sem að kemur frá Guði. Bara leyfa að fylla hjartað af gleði og tekur ákvörðun frá hjartanum að hlæja oftar, hlæja herra og hlæja meira og hlæja lengur. Og vera glöð og vera glaður. Og leyfa krafti Guðs að vinna innra með þér og í gegnum þig. Og þú finnur að Guð er búinn að vinna og er að vinna stórkostlegt verk innra með þér. Og þú ert eftir að finna mjög mikinn mun á kraftinum þínum, orkunni þinni. Eftir þessa stund. Og þegar þú ert tilbúin þá máttu bara segja í hjartanu takk Jesús, takk fyrir að endurnýja orkuna mína og kraftin minn. Þá máttu bara opna augun aftur og þú finnur að þú kemur hægt og rólega tilbaka. Finnur fyrir gleði og líður bara stórkostlega vel, mjög vel. Amen. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Sumir eru áfram í slökun og það er bara í fína lagi fyrir þá sem vilja það. Og við viljum líka, bara láta vita að stundin er formulega lokið núna. Takk kærlega fyrir að koma og vera með ykkur, yndislegt að hafa ykkur og okkur þykir ótrúlega vænt ykkur öll og gaman að sjá ykkur og alltaf líka gaman að sjá ný andlit hvort sem þið eru hérna á Zoominu eða á TikTokinu eða Facebookinu. Þið mætti hérna skjóta einu hérna inni, þá erum við lokum. Já, að sjálfsög. Já, þannig. Ég langar bara að þakka ykkur innilega fyrir þessa guðsþjónustu og blessin. Þetta er bara búið að hjálpa mér útrúlega mikið. Æ, takk fyrir. Þegar ég, daginn þegar þú varst með varðandi að svona vinna í fortíðinni og fyrirgefa og þetta virkilega blessaði mig mikið. Og ég langar bara að segja að ég vildi svona óska þess þið kannski muni eftir þegar var ekki sjónvarp á fimmtudögum. Það var í fínt á ekki sjónvarp á fimmtudögum, en þetta var bara svona þetta á fimmtudögum. Og virkilega blessa. Ég vona bara sem flest sjá þetta og bara Guð bless ykkur innilega fyrir þetta. Takk. Sömuleiðis. Langaði bara að segja það, en svo er annað sem maður langaði aðeins að skjóta hérna inni. Já. Það er hérna í nótt að það er sem sagt íklipsorkan sem sagt í nótt, aðfarnar 13. og 14. mars, þá mun tunglmyrkvi nótt kallaði blóðmáni prýða himininn okkar. Og þessi atburður markar stóran vendipunkt þar sem jörðin ræðst fullkomlega á milli sólar og tunglsins, varpa djúpum rauðleitum ljóma á tunglegurinn okkar. Orkumikið er þetta ekki bara stjarnfræðilegur atburður heldur augnablik opinberunar, útgáfu
og endurkvæðingar. En þetta sérst, já, ég ætla að senda ykkur bara hérna textan hérna, þetta fékk svona materið, þannig að þetta gerast núna, þetta svona ágrænt. Þannig að það talað blómana í biblíunni. Já. Heimsins. Þannig að mér fannst þetta merkilegt og þetta við að sjá þetta í fyrramáli, þá verður máninn svona blóðrauðir. Já, takk fyrir að benda okkur á það og takk fyrir fallega orð, Margrét, og yndislegt að hafa þið með í grúppunni og við ætlum að hafa, sko, þótt að stundinu sé formulega lokið, þá ætlum við að hafa, sem sagt, bjóða upp á fyrirbænir eða einhverju sem að vilja fá fyrirbæn og svo, og ef það er einhverju með spurningar eitthvað, þá erum við alveg mjög glöð bara að svara því, þannig að við kannski byrjum á því ef það er einhverjir með einhverja sérstakar spurningar, þá get ég annarkvort bara borið þær fram munnlega eða skrifa í tjattið. Ef það er ekki neina spurningar eða sérstakar umræður eða neitt sem vil segja eitthvað sérstakt, þá ætlum við bara að taka á móti einstaklingar sem að vilja láta biðja fyrir sér. Og það getur verið bara, hvað sem það er, einhver biðja fyrir lækningu, biðja fyrir ástvinum, biðja fyrir einhverjum sálum sem eru hérna úti eða bara hvað sem er. Þannig að maður sjá, ég ætla að kíkja hvort það séu einhverja spurningar komnar inn. Sé engar spurningar hér. Hvað segir þið? Er einhver með einhverja spurningar eða einhver sem vill tjá sig eitthvað? Ok. Þá vil ég bara bjóða upp á, já. Hér er eitthvað komin á tjattinu. Já. Svenni, takk kærlega fyrir fundin, var frábært að ná í endan þótt ég hafi komið seint. Hlakka til að segja okkur á laugardaginn. Já, takk kærlega fyrir, Svenni. Gott að myndist á þetta að því á laugardaginn þá er sem sagt grunnnámskeið upp í Hótel Kríunesi sem að Einar er að kenna ásamt Byrninga og það er ókeypis og þetta er grunnnámskeið kristna trú. Og þetta er klukkan 1 í Hótel Kríunesi sem er þarna við Elliðavatni. Þetta er rosalega fallegt hótel og umhverfi og gaman að koma og við erum að spjalla saman. Það er stutt hlé, 240 mínútur, það er stutt hlé á milli, það er kaka, kaffi. Þannig að endilega fyrir þá sem hafa áhuga að koma, endilega mæti. Hvað er aftur umræðefnið? Sko ég fer í gegnum svona kynni biblíuna svolítið. Já. Og svona rauða þráðin í henni og hann Björningi ætlar að fara í bæn og þetta persónulega samfélag við Jesú, bænalíf sem við eigum og hvernig við getum dýpkað það. Já, þetta persónulega samband okkar við Jesú og hvað felst í því. Þannig að klukkan 1 núna á laugardaginn á Hótel Kríunesi og bara við ætlum að reyna að senda þetta líka út live í grúppunni að mistókst síðast að hluta til af því að það var ekkert hljóð, en það er alltaf skemmtilega að mæta í eigin persónu, þannig að ef þið sjá okkur fært að gera það, þá endilega mætið og verið með okkur. Endilega. Já, það er aðeinslegt. Þá er bara spurning hvort það sé einhverju sem vilja fyrirbæn. Ég vil gjarna fyrirbæn. Já, Hugrún, endilega, er eitthvað sérstakt sem þú vilt að við byggjum fyrir? Já, það er kannski svolítið persónlegt, það er þetta með kvíða minn, almenna kvíða. Hildur, þú vilt líka, fá fyrirbæn, ok. Hugrún, þú varst búin að nefna, Sjálfáðið? Já. Því að þú vilja bara taka þáttöku og kenna það fyrir, ég var að hlusta eitthvað. Já. Og búin að hlusta til dýrstæða þrýstæða fyrir lestina. Já. Það marka alveg inn og það er bara að fara að gefna streymið svona ennþá meira. Ok. Frábært, takk fyrir það. Þannig að það er bara þetta sjálfsofbeldi og þetta með krónist samskipið og allt þetta. Ok, þetta samband sem þú átt við sjálfa þig. Það er eina sem ég kýrst sjálfa þegar að ég stáð með meira núna að þú finnst að selja mörgu leysist. Já. Þetta maður hefur verið eftir að vera niður í og sjá þessu. Ok. Það var bara að byrja fyrir mig. Já, það ætlum að byrja fyrir því að Guð taki frá þér allt niðurrif, sjálfsásakanir, sjálfsniðurrif og sjálfsfordæmingu
og að setja nýja trú inn í hjarta sem að ég er sýknuð, ég er saklaus, af því að krónískt samviskubit stafar svo oft að þeirri neikvæðu trú að trúa því að við séum sek. Og það er bara myrkrið sem vill að við trúum því. Jesús stóð á krossi svo við erum sýknuð. Og við erum saklaus af því að Jesús hefur sýknað okkur. Og það er svo mikilvægt að við trúum því í hjartanu, svo við séum ekki alltaf að upplifa eitthvað eins og maður sé alltaf að gera eitthvað rangt, eða maður sé alltaf sekur, eða maður sé eitthvað að manni. Þannig að við ætlum að biðja fyrir þessu og svo í framhald af því, já, akkurat, og við ætlum að biðja sérstaklega fyrir þessu. Já. Það var hún hætti bara eftir að tíma við aftur þannig að fókti sem ég meiti þá og þetta var ég öll þannig að það fyrir bara fyrir að hlusta á þetta meira. Já, bara frábært að þú sért að hlusta þetta sem hjálpa þér. Það er bara mjög gott að gera þetta reglulega og fyrir þá sem vilja hlusta aftur á hugleiðslunar og bænirnar, þá eru það inn á YouTube líka. Við ætlum að biðja sérstaklega fyrir þessu núna og ef það eru fleiri hérna inni sem vilja fá þessa fyrirbæn líka, að þá fer bænin bara yfir alla, ekki bara yfir hugurinu og síðan í framhald af því þá ætlum við að biðja og síðan heyrum við hvort það sé ykkur og þá bara gildi bænin fyrir alla sem eru hérna á fundinum og svo ef það eru ykkur fleiri sem vilja ykkur að sérstaka fyrirbæn þá með endilega koma bara með fyrirspurn. Þannig að ég ætla bara, við ætlum að biðja núna. Já, ég þakka þér fyrir drottin að þú ert hérna meðal okkar. Ég þakka þér fyrir að þú ert læknirinn okkar og ég þakka þér fyrir að þú vilt að þegar við erum þín börn að við elskum okkur eins og við erum, að við trúum því í hjarta okkar að við séum saklaus, að við séum sýknuð, að við komum fram við okkur sjálf af mýkt og mildi, af kærleika, af skilningi og umburðarlyndi eins og þú gerir gagnvart okkur. Og ég þakka þér fyrir að þinn kraftur, þinn lækningakraftur flæði núna inn í hjörtu allra þeirra sem eru. Og í Jesú nafni þá bara hasta ég á alla fordæmingu, allar ásakanir og allt niðurrif. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér þetta drottin, takt þetta frá okkur. Og sett inn í hjarta okkar í staðinn kærleika, mýkt, mildi, skilning, umburðarlyndi. Og ég þakka þér fyrir að þú hjálpar okkur að sjá okkur eins og þú sérð okkur. Að sjá það fallega, það góða og það heilbrigða. Í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir að þú kemur, Jesús, að þú leggur hendina þína yfir okkur og að þú segir læknastu í Jesú nafni. Vertu heil, vertu heill í Jesú nafni. Og ég ætla að biðja að setja inn í hjarta okkar þína uppbyggingu. Því sem að þú trúir okkur og það sem við erum. Þú ert verðug, þú ert verðugur, þú ert nóg, þú ert að gera nóg, þú ert falleg, þú ert fallegur, þú ert stórkostleg manneskja, þú ert heilbrigð, þú ert heilbrigður og Guð segir ég hef tilgang fyrir þig og þitt líf og ég hef hlutverk fyrir þig og þitt líf. Og áður en að þú byrjaðir að myndast í móðurkviði þá þekkti ég þig. Og ég þekki hvert hár á höfði þínu. Og taktu á móti elsku minni og kærleika núna í Jesú nafni. Amen.